og þú sér það þegar hún dæmir hann Mohamed Vetti, þá fær hann 10, sko, hann í skilorði í 2 ár, ef hann brýtur af sig þá þarf hann að fara inn í 10 mánuði, skilurðu. Þannig að hann þarf ekki einu svona að fara inn í fangelsi, hún dæmir hann á skilorð, þótt hann hafi verið á skilorði fyrir að berja börnin sín ítrekað og eiginkonuna sína, skilurðu. Og hún tekur það fram. Ég að skilja þetta rétt, að maðurinn sem sagt sem að hún dæmir, sem að búið sýnt fram að hann situr þarna eiginlega hana til að fá hann upp í bílinn til sín, brýtur hann í kynferðislega og hann fær fyrir það 2 ár í skilorð sem sagt, og þarf að setja sér í 10 mánuði ef hann rífur það skilorð, en var hann á skilorði áður eða? Var á skilorði, sko, ég meina, þú veist, þegar ég kannski kem aðeins inn á eftir, en sko þegar hún dæmir hann, þennan aumingja mann og þá horfir hún til þess að rétt eftir brotið sem hann framdi, átt hann að hafa verið lamin í klessu, skilur, og það tekið fram í dómnum, hældi hvað þetta er sick. Það ekki eins og búið að líka refsilækkunar? Já, og hún horfir líka til þess á þessu tíma þegar þetta brotskeiði og þegar þessi tilraundi manndráps eða líka sára skeiði þannig að þegar ég að halda honum fyrir lögguna, þá horfir hún til þess að ég hafi verið undir áhrifum fíkniefna. Svo kemur þessi Mohamed Vetti, skilur, og með sína skýrslu, skilur, í vitnastúkuna, og þú veist, hann er tilbúin með einhvern svona lyfjapoka á apótekinu sem hann leggur á borðið, skilur, og hann er með einhvern túlk með sér, skilur, og hann talar og að bjaga ensku og eitthvað svona dót, sko, og og hann segir bara allt aðra sögu heldur hann sagði í fyrstu skýrslunni, skilju, og fyrsta skýrsla sem er tekin á honum eftir þess að tilraundi manndráps og eftir þetta ekki fokkin með gæsalöfnum einu sinni, þetta kynferðisafbrotans, hún er tekin á Litla-Hrauni, af því að þegar hann rankar við sér upp á gjörgæslu og það er komið stað í hver hann er og hann er komið með ákæra á sig, þá er skuttlanum upp á Litla-Hrauni. Þannig að skýrsla sem er tekin á honum eftir þetta brot, hún er tekin á Litla-Hrauni og skýrsla sem hann segir í fokkin dómsalnum, hún er allt önnur, sko. Og ég get ekki hægt að undirstrika hann og maðurinn var dæmdur fyrir kynferðisbroti, bara svo það sé, þú veist, og skjóta þig aftur og aftur og aftur, það veist. Þetta er ekki bara einhver gæi sem þig langaði að lemja, sko. Herðu, eftir skýrsluna hans, þá var hann svo pirraður karlingi að hann segir við réttargæslumannin hans Mohamed, þú þarft nú að undirbúa mannin eitthvað fyrir svona skýrslur. Undirbúa með hverju? Til að ljúga. Þetta er alveg með ólíkindum. Svo að karlingi geti fengið sakfelling á mig. Í staðan fyrir að hugsa í smástund, heyrðu, ég gerði mistök með þessar ákæru. Nei, þá hugsar hann hefði átt að vera búin að undirbúa hann bara með söguna sem hann átt að halda sig við. Pældi hvað þetta er rugla. Já, ég get ekki lýst í nógu mikið hvað ég skila og sért reiður og þú ert ekki svo einu sinni reiður því maður sér bara, sko, það er allt brjálað eftir dóminn og þarna bara bókstaflega maðurinn þarf ekki að sitja af sér fangelsisvist fyrir þetta nema hann brjóti aftur af sér. Þú ert dæmdur til að greiða honum einhverja bætur í héraðsdómi. 500.000, ætlar þú að una þeim úrskurðið eða? Nei, þið verður klæði og ég áfriða þessu strax, sko, ég var alveg, þú veist, og líka, sko, eins og dómurinn segir, skilju, og by the way, það er einhver löggugella í þessu máli, sem kom á vettvang, sko, og að því að þegar ég fæ þessa ákæru, skilju, og það er fullyrt í fjölmiðlum að erfiðlega hafi gengið fyrir lögreglu að losa hann úr takinu hjá mér. Og ég skil ekki alveg af hverju þeir að segja þetta, að því að sko, það fyrsta sem ég bið eru búkmyndavélatökurnar, þetta kvöld, þegar löggan kemur á svæðið og þegar löggan kemur á svæðið, þá er ég með hendunar upp í lofti, skilju, og ég man mér að segja að þegar hann liggur hérna á mér, skilju, ég er að halda honum og ég sé löggun að koma og ég hugsa, ok, ég get sleppt honum, ég var alveg fokkin búinn á því í höndunum og ég hugsaði, þetta má ekki samt líta út eins og ég sé að reyna, þú veist, bara það má ekki líta eitthvað ill út fyrir mér, skilju, þannig ég set hendunar upp í loft þegar löggan kemur og ég er alveg sallarólegur, skilju. Þetta fullir það í skýrslunum eftir að erfiðlega sko hafi gengið fyrir lögreglu að losa takið og ég get sagt það, þetta er svo mikil hauga lygi,
Ég Já. verð að spyrja mig, myndi dómarinn dæma eins ef þetta væri aðili tengdur honum sem hefði orðið fyrir þessum? Myndi saksóknarinn sækja þetta saka ef þetta væri dóttir hans sem hefði orðið fyrir þessum? Veist, ég get ekki annað að spurt, og reiðin sem að ég skynja bara út af þessu máli er alveg svakaleg. Og það er búið að aðilar eftir að ég setti nú eins smá svona post þetta, það var settu sig aðilar í samband sem vildu hefja söfnun fyrir þig. Það setti sig í samband við mig maður sem að bara sagði það bara, þú borgar ekki krónu eða verið dæmdur ykkur sekt. Hann vildi bara borga sektina eina strax. En ég sagði það að það var þá sem ég setti mig í samband við þig og þá sagði mér að þú ætlaðir að áfrýja þessu til Landsréttar. Hvað finnst þér, er þetta einhver allavega sko huggun þá að þú sjáir geðveikina, fólk sér í gegnum þessa geðveiki sem virðist í gangi gagnvart þessum málum? Ætlar einhver að segja mér, ætlar einhver faðir að segja mér, sérstaklega þú ert nú faðir stelpu, að þig myndi ekki langa að, sko, og nú er ég bara að segja, sko, ég er að tala, ég er ekki að gefa þér þetta, ég er að segja, þú veist, ert að segja mér að þið myndið ekki gera verri hluti við þennan mann, eða allavega langa að gera verri hluti við þennan mann, heldur en þú gerir. Mér nefnilega finnst þú hafa, sko, sýnt ótrúlega stillingu í þessu máli, því að ég bara, ég hugsa út í þetta, og ég sé rautt, sko. Þannig að mér finnst þú hafa bara brugðist að aðdána verið stillingu, sko. Það er náttúrulega, þetta eru, ég veit ekki, þetta er rosalega sko líka vera á staðnum með sko mömmuna sko, þetta er náttúrulega fjekk rosalega mikið á hana greið, skilju, og auðvitað dóttirina líka, skilju, en